Góðan daginn. Mér óhætt að halda áfram, það heyrist í mér. Góðan dag, gott fólk, góðir fundargestir. Takk fyrir að mæta á þennan fund á netinu. Í dag ætlum við að ræða málin í Grunnskóla Hornafjarðar. En fyrst ætlum ég að kynna þá sem eru hér í salnum og Svavarsafni. Það er Þórgunnur Torfadóttir skólastjóri, Ragnhildur Jónsdóttir fræðslustjóri, Björgvin Óskar Sigurjónsson varaformaður í fræðslu- og tómstundanefnd, Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri og svo eru starfsmenn fundarins Bryndís Bjarnarsson og Tjörfi Óskarsson. Sjálf heiti ég Íris Heiður Jóhannsdóttir og er formaður fræðslu- og tómstundanefndar. Og já, umræðuefni fundarins eru tvö. Annars vegar seinkun skólastarfs á morgnana og hins vegar stefna í húsnæðismálum grunnskólans til framtíðar litið. Fundurinn átti upphaflega að vera á dagskrá í mars og var ykkur foreldrum grunn- og leikskólabarna sendur tölvupóstur fyrst í lok febrúar með ýmsum upplýsingum þessi umræðefni og síðan aftur í apríl. Ég vil byrja á því að taka það fram að við sem sitjum í fræðslu- og tómstundanefnd höfum ekki tekið neinar ákvarðanir umfjöllunarefnin hér í dag. Enda væri það hvorki vönduð né lýðræðisleg vinnubrögð ef svo væri að málum staðið. Það er mikilvægt fyrir okkur að heyra í ykkur, foreldrum, og við gerum okkur fyllilega grein fyrir að skiptar skoðanir eru á þessum málum og það er nauðsynlegt að þessi skoðanaskipti eigi sér stað. Og það er einmitt það sem við ætlum að gera hér í dag og við hlökkum til að eiga góðan og gagnlegan fund sem mun hjálpa okkur að taka næstu skref. Fyrirkomulag fundarins er þannig og honum verður skipt í tvennt. Við tökum fyrst fyrir seinkun skólastarfs á morgnana og þar ætlar Ragnhildur að byrja að fara yfir nokkur atriði og þá birtast glærur á skjánum. Síðan tekur Þórgunnur við og þegar þær hafa lokið máli sínu þá hefjast umræður. Þar sem fundurinn fer fram á netinu þá fara umræður fram þannig að þið hafið spurningar eða ábendingar og skrifið þær í Slido. Þið farið þá .com og hvað kallar svona númer fundarins er 25764. 25764 inn á slido.com. Já, einhver kóði til að komast inn í þessu umræðu eða spurningarnar. Það er búið að taka saman nokkra spurningar og athugasemdir sem þegar hafa borist Ragnhildi í tölvupósti og þeim verður varpað upp og svarað eftir bestu getu. Og að því loknu þá tökum við að svara ykkar fyrirspurnum jafnóðum og þær berast. Eftir þessar umræður sem við áætlum kannski 30-40 mínútur í, þá tekur við seinna umræðefni sem er húsnæðismál grunnskólans og þá áætlum við fundarlok klukkan 5:30, ekki seinna. Þannig að ég held við ættum bara að hefja þennan fund og byrja á málefni 1 sem er seinkun skólastarfs á morgnana og Ragnhildur tekur núna við. Gjörðu. Já, takk fyrir Íris og komið þið sæl allsumul sem eruð í snertifundi og fjarfundi. Ég vil bara byrja að segja að þetta með að seinka skólabyrjun er ekki alveg ný umræða. Þessi umræða var í fræðslu- og tómstundanefnd, hún hófst 2017 og þá kom í ljós líka að það voru skiptar skoðanir þetta.
Það var farið í að afla upplýsinga hjá öðrum sveitarfélagum hvernig menn hefðu þetta og það kom fram að nokkur sveitarfélag höfðu, sérstaklega sem að höfðu þurftu að keyra nemendur úr sveitum, þeir höfðu seinkað skólabyrjun til þess að í samstarfi við foreldra. En þetta er bara skiptar skoðanir. Það sem að við höfum verið að byggja á núna og mikið í umræðinni, það er mikilvægi svefns og það er talað að svefn, og við vitum það öll að svefn er grunnur að vexti og þroska, svefn er mjög mikill grunnur að andlegu og líkamlegu heilbrigði og það er talað að svefnþörf unglingar sé 8 til 10 klukkustundir að nóttu. En rannsókn hér leiddi í ljós meðal nemenda í grunnskóla Hornafjarðar leiddi í ljós að 40% nemenda sem að núna í 10. bekk en voru þá í 8. bekk þegar rannsóknin var tekið sváfu 7 klukkustundir eða minna. Það er melatónín, það er hormón í heila sem að framkalla syfju og það er talað að þó að unglingar séu sendir inn í rúm klukkan 8 eða 9 að þá náu þeir ekkert að sofna vegna þess að heilinn og líffræði nemenda, líffræði unglinga og heilinn í unglingaheila, hann framleiðir melatónín seinna heldur en í börnum og fullorðnum. Síðan það börn í sveitum sem búa lengst frá Höfn, þau þurfa að vakna á það sem að okkur finnst oft á tíðum óguðlegu tími, þau eru að vakna kannski fyrir hálf 7 til þess að ná skólabíl klukkan 7 og það hafa komið fram raddir foreldra í sveitum að það skipti bara mjög miklu máli hvort að þau vakna hálftímanum fyrr eða seinna. Það er ein rökin fyrir að seinka þessu. Ef að þetta yrði gert, þá er verið að hugsa það að skólinn, þegar við seinkuðum skólanum og þannig að kennsla hæfist klukkan 9, þá erum við samt að hugsa að hafa skólan opinn klukkan 7:50 eins og núna er og bjóða upp á gæslu yngri barna fyrir þau börn sem það þurfa, þar sem að foreldrar þurfa að mæta í vinnu klukkan 8. Þannig að það yrði gæsla fyrir yngri börn og þá erum við að tala 1. til 4. bekk. Það er sá aldur sem er í Kjátakoti. Þannig að sá aldur fengir gæslu á morgnana fram að skólabyrjun. Það hafa komið frá hugmyndir að hægt væri að bjóða upp á morgunmat ef að foreldrar færi fram á það, ef það væri ósk foreldra. Þetta er líka hugsað, þetta þarf að vinnast í samvinnu við íþróttafélögin, þannig að íþróttaæfingar yngri barna, þær yrðu búnar klukkan 4 eins og nú er, þannig að þeirra skóladagur lengdist ekki og íþróttahúsið yrði laust fyrir æfingar klukkan 2, 2:10, þannig að þau getur lokið æfingu klukkan 4. Það er bara eins og núna er og við tækjum þá eldri krakkarnir en þeir eru hvort sem er að byrja eftir 4 í dag. Og svo þetta flækir máli með fimleikaakstur, þannig að við þurftum að skoða það og það er náttúrulega rosalega margt sem þarf að skoða í þessu, þetta er ekkert einfalt mál að gera þetta. En eins og Íris benti á þá er þetta fyrst og fremst verið að opna umræðuna kosti og galla þess að seinka þessari skólabyrjun. Þannig að nú ætla ég að hætta og bjóða Þórgunni að koma í pontu og halda áfram. Já, góðan daginn. Þórgunnur heiti ég og skólastjóri í Grunnskóla Hornafjarðar. Ég ætla að fara nokkrum orðum yfir það af hverju við erum að skoða það að seinka skólabyrjun á morgnana. En fyrst og fremst það vegna þess að svefn er okkar hjartansmál. Sumir hafa spurt af hverju við erum að tala þetta núna, af hverju ekki fyrr.
En það er fyrst og fremst vegna nýrra rannsókna sem fram hafa komið á síðustu árum svefn. Rannsókna sem styðja við mikilvægi svefns og síðustu áratugum hefur nefnilega mikið verið gert úr því að svefn sé eitthvað sem við getum bara hugsað síðar á lífsleiðinni. Þegar við verðum gömul eða bara þegar við megum vera að því. En núna eru rannsóknir að sýna fram á að það er ekki hægt að fresta því að hugsa svefninn sinn. Við getum ekki bætt okkur upp skertan svefn síðar. Við þurfum að sofa reglulega á hverju nóttu og nægilega lengi hvert sinn. Nú er talað að svefn sem er cirka 8 til 9 tímar fyrir fullorðna og meira fyrir börn sé í raun undirstaða heilbrigðis, en ekki einn af 4 undirstöðu þáttum þess. Svefnin er undirstaða heilbrigðis, svo koma næring, hreyfing og félagsleg samskipti. Og svefnin hefur áhrif á þá þætti að því leyti til að sofi maður ekki nóg, er líklegra að maður borði óhollar, hreyfi sig minna og ef maður hreyfir sig samt mikið þá nýtist svo hreyfing einfaldlega verð og svo verður maður lélegri í samskiptum. Hver þekkir ekki úrillan, ósofinn félaga sem er stundum ærisnúinn í samskiptum. Svo er okkur líka umhuga tengsl svefns og náms. Og í þessum rannsóknum sem allavega ég hef mest verið að skoða, þar hefur sérstaklega athygli verið beint af áhrifum svefns á nám. Svefns bæði áður en maður lærir, en líka eftir. Nægur svefn fyrir nám er mikilvægur til að halda einbeitingu og athygli og virkja sköpunargáfuna. Nægur svefn eftir nám er mikilvægur til að festa upplýsingar í sessi. Nægur svefn eftir nám er líka mikilvægur til að auka hvers konar hæfni, svo sem í lestri, tónlist, íþróttum, félagslegum samskiptum og fleiru. Nægur svefn stuðlar að því að taugabrautir sem eru nauðsynlegar fyrir hvers konar hæfni verði virkari. Og það er í rauninni, alltaf þegar við erum að læra einhverja nýja hluti, auka hæfni okkar, þá erum við í rauninni að virkja nýjar taugabrautir eða að virkja betur það sem fyrir eru. Og þegar við erum að æfa íþróttir erum við fyrst og fremst að æfa heilan í okkur, ekki bara vöðvana. Af hverju að seinka skólabyrjun? Mér finnst mikilvægt að skólinn standi ekki í vegi fyrir velferð nemenda. Rannsóknir leggja mikla áherslu á mikilvægi svefns og með því að seinka skólabyrjun getur skólinn mögulega aukið almennan hvíldar- og svefntíma barna og unglinga. En þetta er engin töfralausn. Við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því. Það er fullt af öðrum atriðum sem trufla svefnin okkar og þau hverfa ekki þó við breytum skólatímanum. En kannski er það að breyta skólatímanum nauðsynlegt fyrir einhverja. Ég ætla ekki að tala það hvaða þættir aðrir hafa áhrif, það verða eflaust og það vita allir svo sem hvað það er, en kannski koma einhverjar spurningar það eftir. En ég held að sé alltaf mikilvægt líka að horfa á tækifæri sem skapast við allar breytingar sem við förum í. Og tækifærin eru kannski númer 1, 2 og 3 hjá okkur að auka hvíldar- og svefntíma allra. Nemendur úr sveitum fá að sofa lengur. Nemendur á höfn geta sofið lengur og það er möguleiki á rólegri morgnum á heimilum. Það er þessi möguleiki sem Ragnhildur minntist á áðan að bjóða upp á morgumat í skólanum ef foreldrar óska. Og íþróttahúsið ætti að vera laust fyrir íþróttir á sama tíma og það er laust núna. Við stefnum að því í skólanum að þjappa í rauninni íþróttatímum í skólanum þannig að yngstu krakkarnir geti hafið sína íþróttaiðkun strax að loknum skóla hjá þeim klukkan 14:10 eða 14:20 eins og þau gera núna. Í flestum tilfellum. Ég held að sé 1 eða 2 tímar sem byrja fyrr. Og íþróttatímum hjá eldri nemendum ætti þess vegna ekki að þurfa að seinka. Það sem við erum að hugsa er einfaldlega að nýta daginn betur. Og ég hef upplifað algjöra samstöðu þar, bæði í skólanum og hjá íþróttafélaginu, að
það séum við sammála. Að lokum þá ætla ég aðeins að bara setja upp tímasetningar á stundatöflum. Eins og þar gætu litið út, þar byrjar í þessum hugmyndum byrjar skólinn klukkan 9 á morgnana. Það er ekki búið að ræða það hvort það ætti að byrja eitthvað fyrr eða eitthvað seinna, þetta er bara hugmynd. Og við notuðum tækifærið og ákveðum að prófa að hafa bara klukkutíma á yngsta stiginu í staðinn fyrir að vera með 48 mínútur. Og yngsta stigi væri búið þá 14:10 og 4. bekkur myndi fylgja 1. til 3. bekk, þannig að 4. bekkur er líka búinn 14:10. 5. og 6. bekkur væri búinn 14:50 og elsta stigið, 7. til 10. bekkur, væri búinn 15:10, fyrir utan einn dag í viku er þið búinn hálftímanum fyrr, 20 mínútur með hálftímanum fyrr. Ég ætla að láta þetta gott heiti í bili og svara glöðu spurningum á eftir ef að koma. Takk. Takk fyrir þetta, báða tvær. Eins og ég sagði áðan þá ætlum við að fara núna yfir spurningar sem hafa borist Ragnhildi í tölvupósti og settum upp á glærur. Við munum eflaust bara skiptast á að svara þeim, en ég get nú tekið eitthvað af þessu til að byrja með. Fyrsta spurning er til dæmis af hverju var þessum fundi ekki frestað fram á haust út af ástandinu í samfélaginu. Við sáum ekki ástæðu til að fresta honum, en frekar en orðið er núna. Við höfum fundið og margir hérna í þessu ástandi, svokallaða COVID ástandi, þá bara lausnir verið fundnar með því að halda svona fundi sem þennan og því ekki því til fyrirstöðu að halda áfram með þetta mál. Ekki það að það liggi á að taka ákvarðanir eittur og bingó, það er ekkert sem ýtir á okkur, en þetta engin ástæða heldur til að bíða. Og síðan var það næsta spurningin að kannski búið að taka ákvörðun að einhverju leyti og þessi fundur bara til kynningar. Ég held ég hafi komið inn á þetta í innganginum á þessum fundi. Engar ákvarðanir hafa verið teknar og það mun aldrei gerast án þess að ræða við foreldrasamfélagið. Ég ætla að biðja Ragnhildi að svara spurningar sem snúa að öllum skólaakstri. Til dæmis, það er á nokkrar fyrirspurnir það. Vilt þú taka við þá núna? Takk. Já, komið sæl aftur. Ég held bara áfram með spurningar. Þið sjáu þær á skjánum hjá ykkur. Þannig að næsta umræðuefni er að þarna eru foreldrar sem að telja sína krakka og marga aðra unglinga. Að þetta sé ekki gott fyrir þá því að dagurinn verður bara ennþá lengri heldur en hann er núna og suma daga er hann mjög langur og þessar tillögur og það er spurt, eru þessar tillögur ekki að hluta til svo unglingarnir fái lengri svefn? Jú, það er tillögurnar snúa að því að unglingarnir fái lengri svefn og eins og ég sagði áðan, melatónín-framleiðslan í heila þeirra fer af stað seinna heldur en hjá börnum börnum og fullorðnum og þá þýðir ekkert og ég held við höfum mörg reynslu af því að reyna að senda unglinga inn í rúm klukkan 10-leytið og þau ná ekkert að sofna fyrir en kannski klukkan 11 eða þaðan að seinna og þá þurfa þau að sofa lengur til þess að vinna á þreytunni.
Síðan er spurning hér, eru skólabörn frá Breiðabólstaðabæjum sem koma lengst að, eru þau í sér skólabíl sem fer beint á Höfn eða eru þau í bíl sem fer á aðra bæi? Þau eru í Suðursveitabíl. Þannig að skólabílinn sem að byrjar á Breiðabólstaðabæjum, hann tekur börn úr Suðursveit og fer svo beint á Höfn. Spurning, fyrir hvaða bekki verður fyrirskóli? Ég skilda sem svo að fyrirskóli sé þessi gæsla milli 8 og 9 og það er hugsað fyrir börn í 1. til 4. bekk. Og svo er spurt hérna, væru krakkar einir í stofunum fyrir skipulagt skólahald? Þarna eru áhyggjur óæskilega hegðun og getur komið upp og að leitt gæti þrifist þar einelti. Ég held að Þórgunnur, þú bara leiðréttir mig ef ég reikna með að það verði gæsla, skólaliðar sinni gæslu í stofunum fyrir hérna, við hugsum þetta svoleiðis, já. Þannig að við erum ekki bara að hleypa krökkunum inn í skólastofurnar og síðan bíða þau bara til 9. Það eru starfsfólk sem mun hérna leiðbeina þeim í hérna afþreyingu og líta til með þeim. Og síðan er spurt hér, þetta átti að vera en verður skólabíll frá innbænum á Höfn yfir vestur vetrarmánuðar? Það er áhyggjur af börnum gangandi í skólan í vondum veðrum þegar foreldrar farnir í vinnuna. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem þarf að ræðast í nefndinni og bæjarráði og bæjarstjórn, því að þetta hefur ekki verið tekin nein umræðu þetta og hvað þá ákvörðun. Já, Bryndís kemur hér og hérna, minnir mig á Slætó, en ég er með fleiri. Ég ætla að klára fyrst spurningarnar sem að ég fékk í tölvupóstinum áður við förum í Slætó-spurningarnar. Svo ef við höldum áfram, hvernig verður með íþróttastarf mun því seinka? Og mörg börn höfðu áhyggjur af því hvernig þau gætu leikið við vini sína. En eins og við sögðum áðan, og það er viðræður við hérna ungmennafélagið Sindra það, að það er stefnt að því, ef af þessu verður, að öll yngri krakkarnir, þeir verði allir búnir í íþróttum klukkan 4 eins og nú er. Og síðan verður send könnun til foreldra og barna hvort þau vilji fara í þessar breytingar. Það er bara spurning sem að ég beini bara til fræðslunefndar og verður væntanlega bara rædd á næsta fræðslunefndarfundi. Og svo er spurning, fyrst að þetta er gert með melatónín framleiðslu unglinga í huga, hvers vegna er það ekki bara gert í elstu bekkjunum? Þetta er bara valid spurning, þetta er góð spurning, ég hef ekki svarað henni. Það er bara, það er punktur, skólaaksturinn er punktur, sko. En það er spurning hvað sveitarfélagið vill leggja mikið í skólaakstur og aldurskipta skólaakstur, ég veit það ekki. Er búið að spyrja fólk í sveitunum hvort þetta væri betra fyrir þau og þeirra börn. Foreldrar hafa ekki verið spurðir beint í sveitunum en ég hef alveg fengið skiptar skoðanir. Sumir foreldrar eru meðmæltir þessu og aðrir foreldrar eru á móti þessu. Bæði á Höfn og í sveitum. Síðan kemur fekk ég sendar svona áhyggjur og svona skoðanir að þetta sé bara hræsni að vera notaði rök að það sé betra fyrir sveitabörnin að seinka skólastarfi og þessi litli tími sem sveitakrakkarnir hafa þegar þau koma heim klukkutíma seinna en hafnabörnin, þau séu meira virði, að sá klukkutími er meira virði heldur en að foreldrar hafa áhyggjur af því að þau þurfa að vakna snemma á morgnana. Nú ef skóla er seinkað til 9 þá lengist tíminn fram eftir degi með æfingar. En þetta er það sem við erum að vinna með Sindra, að æfingum seinki ekki meira heldur en það er í dag.
að reyna að passa upp á það en ég get ekki fullyrt að engu seinki en fókusin á það að seinka ekki frá því sem nú er. Síðan talað að skólaráð hafi svona mestu fjallað það hvað krakkarnir á Höfn geti gert milli 8 og 9 en þið bara lesi fundargerð skólaráðs, það er á heimasíðu grunnskólans. Og svo kom fram ábending að fólk hefði viljað fá upplýsingar hvernig skipulagi myndi vera ef að þessu væri seinkað. En það er ekki hægt að svara að við erum búin að gefa þennan ramma, sem sagt hvernig þessu gæti verið háttað, en við getum ekki sett fram eitthvað skipulag þegar ekki búið að ákveða einhverja hluti. Það kom eitthvað inn í þetta, Þórgunnur. Og síðan er mjög góð ábending, góður svefn er öllum mikilvægur og ekki síst unglingum, en þarna er ábending að svefn flestra unglinga sé ekki bara lengjast þó að skólinn byrji 50 mínútur síðar. Svefnleysi þeirra þarf að tækla með öðrum ráðum því oftast er sá vandi vegna orkudrykkjanotkunar og mikil skjátíma og þetta er alveg hárrétt að það er líka orsök fyrir lélegum og sundurslitnum og seinum svefni. Fleiri spurningar komið. Vá. Þú ert með link hjá þér. Jú. Þá er það slædóið maður. Nú þarf ég að skipta hérna. Er einhver rök sem mæla á móti þessari tillögu? Já, þau rök sem tilgreind hafa verið, það er að sumir foreldrar þurfa að fara í vinnu klukkan 8 á morgnana og þá skapast kannski vandræði heima af því að foreldrarnir fara undan börnunum sínum í vinnu. Önnur rök eru að skólastarf færist fram á daginn. Þau rök hafa verið nefnd. Síðan er einhver sem segir að þetta sé tímabært og vill bara koma þessi framkvæmd. Og frábært ef yngri börn geti nýtt sér daggæslu á morgnana og örugglega meira hvetjandi fyrir þau að mæta í hana. Hefur verið rætt við atvinnulífið á Hornafirði að annað foreldri geti byrjað seinna í vinnu til að börnin geti verið heima þar til skóli byrja. Nei, þetta er eiginlega bara upphafið á umræðinni. Það hefur ekki verið rætt við atvinnulífið. Tengd skóladagatalinu er ekki löngu orðið tímabært að taka upp haust- og vetrarfrí auk þess að kenna í júní. Sumarfrí barna er allt of langt en veturinn of þéttur. Þetta er bara ábending sem hér er komin til skila og hvað er að Svo kemur ég hef mína grunsemdir að íþróttastarfið verði fært til og styrktar þrek- og fótboltaæfingar verði á morgnana fyrir 8. til 10. bekk, verður það leyft. Þetta ræddum við á fundi með Sindra og lögðum áherslu á að það yrði ekki farið í það. Þannig að Sindri hefur fengið þá skoðun inn á borð til sín. Verði boðið upp á morgunmat, það er bara til umræðu, það er engar ákvarðanir verið teknar. Og ég vil frekar leggja áherslu á að vegstytting yfir Hornafjarðarfljót verði flýtt, það styttir tímann sem börn og sveitin þurfa að vera í bíl þó að skóli byrji klukkan 8. Já, I wish. Það væri bara æðislegt. Væri hægt að byrja á þessu og prufa eingöngu fyrir unglingadeildina. Við teljum það erfitt út af skólaakstrinum.
má ekki hafa samstarf milli skólaheimilis varðandi síma og netnotkun, held að unglingar fari bara seinna að sofa ef þau geta mætt seinna. Samstarf milli heimilis og skóla, ég veit ekki alveg hvað átt við, að skólinn banni síma, nei, ég veit ekki. Þetta bara eitthvað úrlausnarefni, ég get ekki svarað þessu. Margir foreldrar fara í vinnu klukkan 8 yfir hávetur og í hvaða veðri sem og ekki auðvelt að hugsa til þess að 9 ára þetta var komið í tölvupósti, þessi spurning, verður skólabíll innan bæjar og höfn? Þetta hefur ekki komið upp í umræðinu og hefur ekki verið rætt, en væntanlega verður það rætt í fræðslunefndinni og í skólanum. Þýðir seinkun á skólanum, til dæmis klukkutíma seinkun á stundatöflunni? Já, viltu koma? Viltu ekki bara koma aðeins hérna til mín og svo er hérna líka kátakot. Það eru svona 3 spurningar sem að þú ert betri í. Já, sæl aftur. Eins og kannski sáum stundatöflun áðan, sem sagt þó við séum að seinka skólanum þessa 50 mínútur eða klukktíma, þá erum við ekki að seinka öllu. Matartíminn er nánast á sama tíma og hann er núna. Þannig að það færir svona áherslan. Og hvernig getur það staðist að íþróttatíminn seinki ekki ef skólinn byrja seinna, bara pæling, hvernig getur það gengið upp? Við erum bara hreinlega að þjappa stundatöflunni í íþróttahúsinu meira, sem þýðir meðal annars að það verður kannski erfiðara fyrir eldri borgara eða eitthvað að komast að. Ég veit ekki, það er ekki alveg búið að ganga endanlega frá henni, en það gæti orðið þannig, en við miðum við að íþróttahúsi verði alltaf laust klukkan 10 mínútur yfir 2. Má ég spyrja einu, hvernig ætlaði að fara að því? Var það ekki með sundlaugina? Ragnhildur spurði hvernig við ætlaðum að fara að því. Til að mynda er sundkennslan, hún færi svolítið seinna, þannig að sundlaugin er ekki laus fyrir en 14:50 eða 15:10. Þannig að meðal annars er það sú breyting. Þær þyrftu að greiða fyrir gæslu á milli 8 og 9 eins og gert í kátakoti eftir skóla. Þetta er bara nákvæmlega það sem þyrftu að ræða hérna í fræðslunefnd og skólaráði. Bara góð ábending. Er ungmennafélagið að ráða við þessar breytingar? Já, á fundi okkar Ragnhildar þá voru þau jákvæð og töldu að það þyrfti í raun ekki að breytast neitt svo mikið tíma þeirra á þeim, en tóku reyndar fram að vandamál hjá íþróttafélaginu er oftast að fá íþróttaþjálfara. Þeir geta aldrei lofa neinu fyrirfram, en þeir reyna alltaf að koma íþróttaiðkun hjá yngri börnunum að sem fyrsta daginn, og það hefur tekist vel núna síðustu ár og vonandi mun það bara halda áfram. Mun unglingar ekki bara lengja kvöldin sem nemur þessa klukkustund, breytir þetta einhverju? Rannsóknir sýna að þau lengja fæst kvöldi hjá sér þessa klukkustund. Það er í rauninni af því að þau eru bara ekki orðin syfjuð, þau eru ekki að lengja kvöldi hjá sér. En ég tek alveg undir þessar áhyggjur sem koma áðan að skjánotkun og orkudrykkjanotkun, hún að sjálfsögðu seinkar líka melatónín framleiðslunni og því að börnin verði syfjuð. Þannig að þetta er engin töfralausn, það þarf alveg að huga að ýmsu öðru samt sem áður. Foreldrar fara í vinnu klukkan 8, hver ætlar að sjá um að vekja unglingana? Margar mæður munu eyða tímanum 8 til 9 í vekja þau og koma þeim á stað, sönn saga. Já, ég ætla allavega ekki að gera það, en jú, þetta gæti vissulega orðið vandamál, en kannski er þetta líka áskorun að kenna unglingunum að taka ábyrgð á eigin hegðun. Ábending, suðursetja börn fara eins og núna saman með mýrabörnunum heim eftir skóla, svo það sé leiðrétt. Mun skólabíll fara fyrir yngri börnin fyrir heim? Vilt þú kannski koma núna? Nei, ég bara, ég hélt þetta að vera öðruvísi. Það var lagt upp með þetta að vera öðruvísi. Ég hélt þetta að vera öðruvísi. Ragnhildur hélt að það væri þau væri ekki að fara heim með mýrabörnunum. Ég kann það. En mun skólabíllinn fara fyrr
með yngri börnin. Ég sé að Matta var svona frekar efins á svipinn það að skólakstur er tvískiptur, þannig að en það á sjálfsögðu eftir að ræða það. Og vissulega mikilvægt í þessari umræðu að fá fram hugmyndir foreldra og óskir, þannig að við séum í rauninni að nýta þetta tækifæri til þess að ef að þessari breytingu verður að gera þetta þá eins vel eins og hægt er. Svo kemur þetta spurning, hafa unglingar eitthvað þetta að segja? Ég er með 2 á mínu heimili. Þeim fannst þetta ekki spennandi og hafði áhyggjur af lengri skóladag og seinna að sofa. Ég held að unglingar muni algjörlega hafa eitthvað þetta að segja, eins og foreldrar. Það þarf að láta alla í skólanum mæta á sama tíma. Ef það verður mismunandi eftir aldurshópum þá verður ruglingur og ósætti á heimilum milli barna. Já, þetta er svona meira fullyrðing sem er bara hér með komið til skila. Hvað þá með framhaldsskólastigið? Þarf það ekki að fylgjast að ef það verið að hugsa svefn unglinga. Þá ætla ég kannski bara að svara því að ég ræddi við Eyjólf og hann, hvað ég segja, ég ætla nú ekki að svara neinu fyrir hann, en hann svona taldi að það væri allt í lagi að við myndum bara að byrja og það væri þá kannski bara eðlilegt að þessi krafa kæmi úr foreldrasamfélaginu ef að þeir vildi að framhaldsskóli myndi fylgja líka. Og það held ég sé bara, já. Núna fór alltaf flug hérna hjá mér. Nei, svona þegar koma nýjar inn, það koma stundum svona inn í. Já, af hverju er ekki prófað að hafa sérbíl fyrir nemendur frá Breiðabólsstaðabæjunum? Vilt þú svara þessu, Ragga? Já, af hverju það er bara hefur ekki komið til tals og þetta er sannarlega hugmynd en hún kostar peninga, skólaakstur er mjög dýr og það er náttúrulega verið að reyna að halda niður í kostnaði. Jafnframt því að halda úti góðri þjónustu, þannig að þetta er bara spurning kostnað og skipulag. Viltu koma aftur, Þórgunnur? Hvað er þetta? Er ekki verið að setja álag á foreldra barna sem ekki hafa tök á gæslu vegna aldurs þegar foreldrar fara í vinnu klukkan 8 en þurfa að passa barnið skili sér í skóla? Já, er þá verið að meina væntanlega eldri heldur en börn í 1. til 4. bekk. Því að í 1. til 4. bekk þá geta þau komið í gæslu en eldri krakkar, skólinn yrði opinn, þannig að eldri krakkar geta verið samferða foreldrar sínum í skóla 5. og 7. bekk ef þau vilja, ef það er vilji foreldra og vilji barnanna, þá geta þau verið samferða foreldrar sínum í skólan og beðið í stofunni sinni með einhverjum félögum sem eru sama sinnis. Svo er hér það þarf að byrja þessu sem fyrst og hvað er að frétta? Já, nú færðist allt. Hvert erum við komin? Hvað er næsta spurning? Er búið að skoða Nei, það er ekki búið. Varstu að lesa spurningum? Er búið að skoða opnun á íþróttahúsinu á sunnudögum. Samkvæmt síðustu stundatöflu byrjuðu 4 tímar klukkan 13:10 og íþróttahúsið alveg pakkað. Nei, það er ekki búið að skoða þessa opnun á sunnudögum og það er ekki búið að rýna sko niður í smáatriði hvernig tímarnir gætu raðast í íþróttahúsinu. Er FAS með þessi pælingum? Það er eins og Þórgunnur sagði, við höfum báðar orðað þetta við skólameistara FAS og hann veit af þessu en eins og Þórgunnur sagði, hann var svona frekar á því að sveitarfélagið myndi byrja á þessu, að grunnskóli myndi byrja á þessu og svo kæmi í ljós hvað foreldrar og nemendur í framhaldsskólanum myndu vilja gera. Æfingatíma hjá Sindra fara nú oft eftir því á hvaða tíma þjálfarinn er laus.
Já, það er nefnilega eins og Þórgunnur nefndi. Það kom fram á fundi með Sindra að þjálfarar eru að vinna oft 2 og 3 störf, þannig að það er ekki, þetta er ekki alltaf draumastaða hjá okkur. Eitthvað segir mér að það séu aðallega þær mæður sem eru á móti þessu sem láta í sér heyra og finnast breytingar erfiðar. Ég bara veit ekkert um þetta. Atvinnulífið byrjar að mestu klukkan 8, af hverju ekki að læra það strax? Þetta er bara það sem við erum búin að læra nú hérna, en það er ekkert allir sem byrja að vinna klukkan 8. Það er fullt af fólki sem byrja að vinna klukkan 9, það er fólk sem byrja að vinna klukkan 10 og svo er fólk sem byrja að vinna klukkan 7, þannig að fólk er að byrja að vinna á öllum tímum og svo er náttúrulega í þessu samfélagi í dag og samfélagi í framtíðurinn að verða að tala um sveigjanlegan vinnutíma og vera hreinlega ekki að mæta á vinnustað, þannig að þetta er allt breytingum háð. Björgun talar um að melatónín, við séum að tala um melatónín framleiðslu hjá unglingum og það breytist eftir að þau séu orðin fullorðin, þannig að það getur mætt fyrr eða vakna fyrr. Nú er þetta aftur komið í rugl hérna. Kemur þetta ofar? Neðar. Ok, 4:55. Maður er að læra á þetta sko. Þetta tekur tíma fyrir gamla heila að læra á þetta. 4:55. Hver er munur á þeim foreldrum eða börnum þeirra sem hefja vinnu klukkan 7 og svo þeim sem byrja núna að vinna klukkan 8 ef skólinn færist til klukkan 9? Hver er munur á þeim foreldrum? Ég get ekki svarað það. Jú, þetta er bara kannski eitthvað til umhugsunar fyrir okkur öll. Væri ekki hægt að seinka til 8:30 í stað 9? Það er vissulega komið upp í umræðinni að seinka hálftíma, en mönnum það er sem sagt hefur verið svona ofarlega í umræðinni að ef á að seinka á annað borð að þá sé betra að seinka þessar 50 mínútur heldur en bara hálftíma. Verður einhver fullorðinn í skólastofum eldri barna 5. bekk og upp úr milli 8 og 9 ef að þau eru samferða yngri systkinum, og það er hugmyndin, já, skólaliðar og stuðningsfulltrúar, þeir muni sinna því. Og börn sem mæta í skólan klukkan 8 og bíða í klukkustund eftir að skóli biði því, haldið þið að þau séu eitthvað tilbúin í að fara að læra klukkan 9? Gjörðu svo vel, Þórgunnur. Já, þegar stórt er spurt. Ég held að það sé nú bara allur gangur á því að ég vil benda á það að það situr yfirleitt hópur nemenda á unglingastigi til 4 á daginn. Við þurfum ofta að reka þau út af því þau eru að læra. Og ég segi ekki annað en að þessi mikið af börnum getur líka nýtt tíma milli 8 og 9 til þess að þetta vera að læra. En það er nú, eins og þið vitið, að þá eru nú nemendur misjafnlega tilbúnir til að læra, og að flestir séu nú jákvæðir að þá eru nú alltaf einhverju sem að myndu nú alveg vilja vera að gera eitthvað annað, og ég held að verða allir gangur á þessu. Hér er ein spurning, er ekki spurning að athuga vilja samfélagsins, það er foreldra og nemenda áður en þessi hugmynd er tekin lengra, ansi mikið rask fyrir lítinn ávinning, og þá er kannski bara rétt að Íris svari. Já. Það er akkurat það sem við erum hérna að gera, meðal annars núna. Það er að athuga vilja samfélagsins og núna foreldra samfélagsins, og það er bara byrjunin. Síðan munum við halda áfram að kanna bara skoðanir og hérna fleiri hópa, en þetta er byrjunin, og síðan mun þessi umræða hér bara hjálpa okkur að taka ákvörðun næstu skref, en það hefur verið í umræðinu í nefndinni að
að það verði lögð sem sagt fyrir könnun, hugsanlega send út rafrænt væntanlega, geri ég ráð fyrir, og þar til foreldra grunn- og leikskólabarna. Hvernig nákvæmlega útfærslan verður, það hefur ekki verið tekið ákvörðun um það, en þetta verður tekið til umræðu á næsta fundi nefndarinnar sem bara í næstu viku. Hvenær það niðurstaða liggja fyrir til að þetta taki gildi næsta skólaár? Hvenær þarf niðurstaða liggja fyrir til að þetta taki gildi næsta skólaár? Sko við í rauninni ætlum ekki að flýta okkur. Ég held að aðalmálið sé kannski að ef við finnum að það mikill vilji fyrir þessum breytingum, þá gerum við það. En við gerum það skipulega, með skipulegum hætti. Við ætlum ekki að ana út í neitt, heldur vera með svör áður en við dembum okkur út í breytingar sem þessar. Þannig að ég get ekki svarað þessu nákvæmlega. Því að okkur liggur heldur ekkert á. Það betra að vera betur undirbúin. Þá held ég að spurningaflóðið hér, takk fyrir að senda svona margar spurningar og ábendingar. Ég held að við séum búin að svara þeim. Ef eitthvað hefur farið fram hjá okkur, þá förum við yfir þetta bara aftur í góðu tómi og söfnum saman, sem gott fyrir okkur. Það sem við gerum þá núna, þá förum við í næsta mál sem skólahúsnæði, grunnskóla Hornafjarðar til framtíðar. Við ætlum að vera með nokkra punkta fyrst, og það í höndum Ragnhildar að gera það. Þannig að þegar hún hefur lokið máli sínu, þá höldum við bara þessu formi áfram að senda fyrirspurnir og spurningar á Slido, og ég hveti ykkur til að vera svona duglega áfram. Já, slido.com, númerið var 25764. 25764. Þá kemur Ragnhildur hérna aftur, gjörðu svo vel. Já, sæl eina fyrir enn. Þá erum við komin að seinni umræðuefni á þessum fundi sem var staða skólahúsnæðis grunnskólans. Þetta mál hefur líka verið í umræðunni í langan tíma og hefur dálítið hangið með, verið samferða í umræðinu um stöðu í húsnæðis til íþróttaiðkunar í sveitarfélaginu. Meðal annars líkamsræktarstöðvar, nýs íþróttahús, íþróttasalar og fimleikahús og vallarhús og áhorfendapalla og allt þetta. Þannig að við erum með miðsvæðið undir. En í umræðu íþróttamannvirki hefur líka komið fram ábending skólafólks að skólahúsnæðið okkar fyrir grunnskólan, það sé orðið of lítið. Við erum með í dag skólastarf í 2 húsum og húsnæði í heild of lítið, já. Og stofurnar eru þannig að stærð að þær rúma mjög illa bekkjarstærðir sem eru í flestum árgöngum núna 20 til 25 nemendur. Og áður var í lagi að við röðuðum krökkunum þétt og þau voru svo síld í tunnur, en sko breyttir kennsluhættir í dag kalla á meira rými á hvern nemanda. Þannig að þetta húsnæði sem við höfum, við þyrftum, það er álit skólasamfélagsins og starfsfólks skólana að húsnæði sé orðið of lítið. Það vantar til dæmis sal eða kennslurými fyrir tónlist, dans, sviðslistir og svo stærri viðbyrði á vegum skólans. Og sviðslistir eins og leiklist og slíkt, það kallar á miklu meira rými til þess að hreyfa sig í,
og ekki hægt að fara í íþróttahúsið á skólatíma því það náttúrulega undirlagt undir skólaíþróttir. Og það við vitum það líka að það þróun í skólamálum hefur verið sú að leggja meiri áherslu á og gefa meira rými fyrir þessar listir og þá þurfum við að hafa góðan sal til þess. Síðan hefur við gengið í það að endurbæta heimilisfræðistofuna í Heppiskóla, þannig að innvolsið í henni orðið ágætt en loftið, þá eftir að taka loftið í gegn og allt rýmið fyrir framan heimilisfræðistofuna og í kringum hana. Matsalinn of lítill, það vita það allir og hljóðvistin mjög þreytandi. Það mikill glymjandi í matsalnum og hljóðvistin léleg. Síðan erum við með frístunduna fyrir yngri börnin í Kátakoti. Hún í gömlu skólahúsnæði, bráðabirgða skólahúsnæði, búin að vera þarna til bráðabirgða eiginlega frá upphafi. Ekki rétt hjá mér. Svona nánast frá upphafi. Þannig að Kátakot líka orðið og lítið því að við erum núna með fjölmennari yngri bekki heldur en við höfum verið með í langan tíma. En svo koma vissulega fámennari yngri bekkir í kjölfarið á næstu árum. En húsnæði ófullnægjandi, það hefur komið upp fúkkalykt sem ekki hefur verið greind sem mygla. Það ekki mygla, það alveg staðfest, svo það sé á hreinu. En það ýmislegt að þessu húsnæði og það allt og lítið og þröngt. Ef við færum ef við færum í það að núna á næstu árum að endurbæta húsnæði eða horfa á bættar kennsluaðstæður og námsaðstæður fyrir nemendur og kennara, þá markmiðið að bæta þessar aðstæður. Markmiðið yrði þá að stækka húsnæði til kennslu og bjóða upp á kennslurými af fjölbreyttari tagi heldur en við erum í dag og fyrir mismunandi hópastærðir. Og þannig myndum við bæta aðstæður til sveigjanlegra kennsluhátta í samræmi við stefnu menntun fyrir alla. Og það ýmislegt í aðgengi að skólunum sem við þurfum að bæta til þess að allir eigi auðvelt með að fara húsnæði skólans og fara inn í skólan. Og þá höfum við talað það að við séum með 2 leiðir sem við getum unnið út frá í endurbótum á skólahúsnæði. Það annars vegar að koma öllu skólastarfinu undir eitt þak með því að byggja við annan hvorn skólan eða að hafa skólastarfið áfram í 2 húsum en vinna að endurbótum með því að byggja við eða breyta núverandi húsnæði sitt í hvoru lagi. Og það þarf væntanlega að byggja eitthvað við báða skólana ef að á að fara út í eins og bara til dæmis bara með matsal eða sal fyrir sviðslistir og slíkt. Og eins með Kátakot ef við ætlum að fara í það. Það hefur ekki verið rætt að byggja nýjan grunnskóla í nýju hverfi til dæmis á Leirunni eða einhvers staðar þannig. Við erum með þessar 2 leiðir til skoðunar. Og nú bara gaman að heyra Þórgunn, þú vildir aðeins koma inn í þetta, var það ekki? Ég reyni bara að segja. Okay. Þá ætla ég að hætta og nú væri gaman að fá viðbrögð ykkar við þessum pælingum skólahúsnæði og endurbætur skólahúsnæði grunnskólans. Bara ekkert komið. Já, þetta allavega, það spurt seinkun skólabyrjunar aftur, hvort það hafi verið gert í öðrum sveitarfélögum og ég kannaði þetta fyrir einhverjum
2-3 árum. Þetta var allavega í Fljótsdalshéraði. Þar var það gert og hefur virkað vel í rúmlega 15 ár. Þetta hefur verið gert á Snæfellsnesi og frá upphafi í Mosfellsbæ í Krikaskóla, er það ekki? Já, gjör svo vel. Það er komnar hérna spurningar. Það er kannski aðeins að bæta við að þið voru að segja að þetta hefur verið gert á Egilsstöðum og ég talaði við þau þar og mér finnst alltaf að fólk viti það að þar eru það bil 150 börn í 1. til 4. bekk sem að þar er líka lengdaviðvaran opin á morgnana milli 8 og 9. Það eru milli 20 og 30 börn sem að sækja í rauninni lengdaviðvaran á morgnana. Þar bara segja þau að takturinn hafi bara smá sem hann farið í þetta, það er svona rólegri morgnar eins og þau segja og hjá þau telja þetta hafi gefist mjög vel. Þannig að ég bara vildi kannski segja þetta. Það er góðar hugmyndir sko. Já. Já, hvað með að byggja nýtt húsnæði þar sem gamla búð stóð, á því túni? Já, þetta er alveg hugmynd, en ég er ekki pólitíker. En það er líka í umræðinni endurbætur í skólahúsnæðinu, þá hefur líka verið lögð áhersla á það sé mikilvægt að skólarnir standi nálægt íþróttasvæðunum, nálægt sundlauginni, þannig að það nýtist í skólastarfi. Hvor skólinn yrði endurbættur ef skólastarf ætti að fara fram í einu húsi? Það er spurningin. Yrði það eldri skólinn eða nýji skólinn? Það þyrfti að fara fram í greiningu á því hvort væri heppilegra. Er það ekki, Björgvin? Jú. Margir á unglingastigi vilja fá sína matstofu til að þurfa ekki að þvælast endalaust á milli húsa. Er þetta ekki örugglega haft í huga? Þetta hefur alveg komið fram. Þessi hugmynd, þessi ósk hefur oft komið fram í umræðinni. Sveitarfélag á að byggja skólahúsnæði til framtíðar og velja fyrri kostinn. Og bara sú ábending komin á framfæri, frú formaður. Er hægt að sjá kort sem sýnir tillögur að því hvar væri hægt að byggja skólahúsnæði? Við undirbyggum okkur ekki undir það, því miður, en það er verið að horfa á þetta svæði á milli skólana og við skólana, það sem eru í dag. Bæti ykkur við þetta, Björgvin? Er þetta ekki bara svona? Þannig að bara því miður, þá undirbyggum við okkur ekki undir að hafa kort. Það er bara mikil áskorun að leysa skólalóðina sjálfa líka. Já. Fólkstæðanum sem er sko. Já, það er rætt að það sé mikil áskorun að leysa að hanna skólalóð í kringum skólahúsnæði á hvorum staðnum sem yrði byggt. Ef skólinn færi í eitt húsnæði er vita hvort staðsetningi er betri Heppi Hafnarskóli. Nei, það eru skiptar skoðanir þetta. Það hefur ekki komið fram einhver greining á því hvort er betra eða hvort er verra. Hefur sveitarfélagið efnaði að byggja við annan skólan en ekki hafa þá í sitthvoru lagi? Þetta er líka mjög góð spurning og sem að þarf að svara. Hvernig vill sveitarfélagið verja fjármunum sína? Og er dýrara, hvort er dýrara og hvort er betra og þetta er bara forgangsröðun verkefna og forgangsröðun fjármuna sem stjórnmálamennirnir þurfa að taka ákvörðun. Eins og með rekstur líka. Já. Hvort er dýrara að reka skóla í 2 húsum eða einu húsi.
Og svo eru eins og bæjarbúar væntanlega vita, það eru miklar og háværar raddir að við séum að brenna inni með íþróttamannvirki og all íþróttamannvirkin okkar séu meira og minna orðin úrelt. Litla íþróttahúsi við Heppuskóla og engin líkamsræktarstöð og ófullkomin fimleika aðstaða og fleira. Þannig að þetta eru ærin verkefni sem að stjórnmálamennirnir standa frammi fyrir. Og hér byggja við Heppuskóla og nota þá íþróttahúsi meira, byggja þá einnig nýtt íþróttahús / samkomuhús. Þetta líka eitthvað sem hefur alveg komið upp í umræðunni. Hvers vegna hafa hús í kringum skóla? Hvers vegna hafa hús í kringum skóla ekki verið keypt af bænum til að fá meira pláss í kringum skóla til að byggja við? Þá þetta kannski fyrst og fremst hugsað þarna við kringum Hafnarskóla. Þar eru gömul eldri hús sem að hefði einhvern tíma verið hægt að kaupa. Sjá. Verður þetta ekki örugglega gert í samstarfi eða samhliða við skipulagningu á íþróttasvæðinu? Það hugmyndin, jú, að gera það. Og öll þessi umræða hefur farið fram svona samhliða. Uppbygging á íþróttamannvirkjum og uppbygging á skólahúsnæði til framtíðar. Þá er ég búin að telja allt upp, eða ekki? Þá ætla ég bara að hverfa úr pontu og hleypa formanni fræðslu- og tómstundanefndar að. Gjörðu svo vel, Íris. Takk kærlega fyrir þetta. Vill einhver kveða sér hljóðs áður en við slítum þessum fundi hér í þessum sal? Nei. Björgvin brennur inni með eitthvað. Það er kannski líka fyrst spurning hvað fólk sér fyrir sér að hafa skóluna í 5 skólum eða eitt, það er komið. Eins og þetta er einar ábendingar það eða skoðanir það fólk að... Nei, ég ekki viss. Þú mátt líka bara koma hingað upp, Björgvin, komdu. Gjörðu svo vel, Björgvin. Komið sæl. Heiti Björgvin Sigurjónsson og varaformaður fræðslu- og tómstundanefndar. Ég ætlaði bara svo sem að koma bara að tilgangurinn með þessu fundi var líka að fá skoðanir foreldra og forráðamanna hvort að menn sjái grunnskólan hér á Hornafirði fyrir sér í einu húsnæði eða tveimur húsum eins og verið hefur. Þannig að já, ég sé að það ekki komið nein svona ábending eða skoðun það, en þessi fundur var svona meðal annars til þess að fá skoðanir og hugmyndir það. Takk fyrir. Takk fyrir, Björgvin. Þið sem brennið inni með spurningar eða einhverja fleiri kvikna á næstu dögum, ég bið ykkur að senda Ragnhildi post á ragnhildur@hornafjörður.is og það er bara, ég hvet ykkur til að gera það. Já, það eru svo sannarlega að skipta skoðanir bæði þessi mál og það verður bara mjög gaman og áskorun fyrir okkur í nefndinni að vinna þessi mál farsællega og við munum funda í næstu viku og þá verða næstu skref rædd. Ég vil þakka ykkur sem eru með okkur á þessum fundi fyrir þátttökuna og takk fyrir allar fyrirspurnir og ábendingar. Við munum geyma þetta og fara aftur yfir þetta vel og vandlega. Ég vil þakka, það var verið að benda á það að það eru komnar nokkrar ábendingar
betra að hafa 2 hús fyrir mismunandi aldur barna. Það er ákveðin, það er ein skoðun og eflaust fleira þeirri skoðun. Hvað með stærra íþróttahús, verður það hugsað með stækkun skólans? Já, þetta svæði allt saman verður haft, bæði skólinn og íþróttasvæði allt verður tekið svona saman í þessa vinnu, mjög mikilvægt. Er besti kostur 1 húsnæði fyrir grunnskólan? Já, það er líka skoðun. Framtíðin er að börn á mismunandi aldri vinna saman, 1 hús. Þar höfum við það. Takk enn og aftur fyrir að vera með okkur og ég þakka ykkur sem eru hér, bæði starfsmönnum og öðrum fundamönnum. Og ég bara kveð ykkur í dag og segi að fundi sé slitið. Verið sæl.